Komið sæl. Ég ætla aðeins að tala kafla 46 til 51 í Njálu. Hérna í kafla 46 þá kynntur Gissur hvíti og Geir goði. Og svo erum við minnt á Mörð Valgarðsson og hvað hann nú mikið illmenni. Unnur og mamma hans, Unnur frænka hans Gunnars og hún þarna látin. Nú Mörður hann auðvitað þá frændi Gunnars en hún mjög illa við Gunnar. Mörður ríkur og þetta var nú Gunnar sem hjálpaði mömmu þarna að ná í peningana sem hún átti frá Hrúti, eftir því. Samt Mörður mjög illa við Gunnar, hann örugglega bara afbrýðisamur af því að Gunnar auðvitað vinsæll og flottur gaur og Mörður bara slægur og illur og vinsæll. Svo kynnumst við hérna fleiri persónum í kafla 47, það Otkell og Skammkell og þeir eru nú hálf komískar persónur, algjörir leiðindapúkar og þeim líka illa við Gunnar, kannski af því að þeir þykjast vera þarna merkilegri menn, svona teiknari menn heldur en Gunnar, en Gunnar náttúrulega miklu vinsælli og flottari maður. Þannig að þeir hafa þarna ástæðilega öfundan og gera það. Og Skammkell og Otkell, þeir eru annars svona vinapar í þessari sögu eins og Gunnar og Njáll, nema það mikill munur auðvitað á þessum vinapörum af því að þessir tveir, Skammkell og Otkell, eru auðvitað mjög vittlausir og svona illgerðnir menn meðan Gunnar og Njáll eru auðvitað eins og við höfum kynnst góðir og sniðugir og klárir og allt þetta. Otkell hann á erfitt með að bjarga sér sjálfur og hann sífellt að leita ráða hjá öðrum og leita mest ráða hjá honum Skammkalli. En Skammkell svo frekar lélegur ráðgjafi og mikið illmenni, gefur slæm ráð og Njáli sem gefur yfirleitt mjög góð ráð. Otkell hann á þarna þræl sem heitir Melkólfur og hann skiptir máli því að hann verður einn af húsköllum Hallgerðar. Og Hallgerður hún lætur nú sína þræl að gera ýmislegt fyrir sig eins og við erum búin að kynnast í húskallavíkunum. En Melkólfur þessi hann írskur þræll. Fyrst átti Hallbjörn, sem bróðir Otkells, átti fyrst þennan þræl og Otkelli var svo vel við þrælinn að hann gaf honum hníf og belti og alklæðnað og þetta mikilvægt seinna. Otkelli kaupir þarna þrælinn af bróður sínum, Hallbjörn bróður hans reyndar gefur honum bara þrælinn og segir þetta sé nú ekkert svo góður þræll og það kemur líka í ljós þegar hann kemur í eigu Otkells, þá fer Melkólfur bara að vinna allt miklu verri en áður. Sem sagt vandraði þræll þarna á ferð. En jæja, Otkell hann á þennan þræl sem sagt Melkólf sem ekkert vill vinna og allt í vesinni. Og svo kemur upp svo staða að það hallæri í landinu og hallæri það þýðir þegar það hart árferði sem sagt hálfgerð hungursneyð þarna á ferð og marga sem skortir mat og hey. Nú Gunnar, hann svo góður maður og hann gefur öllum af sínum mat og sínu hey þangað til að allt eiginlega búið á Hlíðarenda. Og þá fer hann til Otkells, þeir eru nefnilega nágrannar Otkell og Gunnar. Hann fer hann til Otkell sem ríkur og á nóg til ennþá og biður Otkell að selja sér mat, en Otkell segir bara nei takk, þótt hann eigi nóg. Í staðinn biður Otkell Gunnari að kaupa þarna þrælinn Melkólf og þá auðvitað að reyna að losa sig við hann enda þetta vandræði þræll sem ekkert vinnur. Gunnar hann segir já, segir hann mun ekki spara að kaupa þarna þræl enda Gunnar stoltur maður og stolt hans auðvitað sært að fá þarna neitun frá Otkelli og hann vill alls ekki sýnast neitt minni maður með því að geta ekki keypt sér þræl. En það auðvitað heimskulegt að kaupa þræl þegar maður á ekki mat til að metta þá sem fyrir á bænum, þannig þá einn munnur til að metta. En Gunnar bara gerir þetta, kaupir þrælinn hana og fer með hann heim á Hlíðarenda matarlaus. Njáll hann fréttir af þessum viðskiptum þegar Gunnars og Otkells og nú ekki ánægður með þetta og spáir því að þetta muni leiða eitthvað illt af sér en einn forspáin frá Njáli og auðvitað á slíkt eftir að rætast. Bergþóra, hún hvetur Njál til að gefa Gunnari mat og hey sem hann gerir. Þetta auðvitað gott mál og Gunnar kann vel að meta og segir við Njál, góðar eru gjafir þínar en meira þykir mér vert vinfengi þitt og svona þinna. En nú ekki lengur mataskort frá bænum en þið getið samt kannski ímyndað ykkur hvað svona stoltri konu eins og Hallgerði finnst þetta. Hún þarf þarna að þiggja af Bergþóru óvinkonu sinni mat og svoleiðis.
Þetta er auðvitað líka ákveðin ögrun frá Bergþóri í garð Hallgerðar því að þeirra deilur eru ekkert, þótt að sé búið að sættast á húskarlavin og allt þetta, þá eru þær ekkert sáttar innbyrðis. Gunnar fer sem fyrr á alþingi og þá nýtir Hallgerður tækifærið og núna fær hún þennan nýja þræl þarna, Melkólf, fær hann með sér í lið og sendir hann á Kirkjubæ sem er heimili Oddkels og lætur hann stela mat. Og þið munið, Oddkell vildi ekki selja Gunnari mat þannig að hún sendir hann bara stela, enda nú til þar. Fyrirmæli Hallgerðar eru þau að stela fyrst matnum og kveikja svo í búrinu þannig að það virðist sem að þetta sé slys og þannig að þjófnaðurinn komist ekki upp. Melkólfur hann er nú ekki voða spenntur fyrir því að fara en Hallgerður hótar bara að drepa hann ef hann hlýði ekki, svo hann þorir ekki að fara. Og hérna þá rætist forspá Rúts, frænda Hallgerðar, frá fyrsta kafla sögunnar þjófsaugun. Hann sagði Hallgerði þegar hún var bara lítið barn: veit ég hvaðan þjófsaugu eru komin í ættir vorar og hér gerist Hallgerður einmitt þjófur. Eða þess að sendir hann Melkólf þræl til að stela fyrir sig. En Melkólfur hann getur komist þarna óséður að Kirkjubæ. Hundurinn á bænum geltir til dæmis ekki að honum að því að Melkólfur bjóði þetta þarna áður og hundurinn þekkir hann. Nú Melkólfur hann stelur og kveikir í og gerir allt eins og hann átti að gera en á heimleiðinni þá skilur hann óvart eftir hnífinn sinn og beltið, hann er að laga þarna eitthvað skóðfenginn sinn og gleymir þessu. Og þetta var það sem að Oddkell gaf honum, munið. Svo kemur Gunnar heim af þinginu og hann er með gesti með sér og Hallgerður hún ber á borð alls konar lúxusvarning eins og ost og smjör sem hann var náttúrulega ekki til fyrir. Og Gunnar spyr hvaðan þetta fínerí nú allt komið og þá segir Hallgerður: þaðan sem þú mátt vel eta enda það ekki karla að annast matreiðslu. Og þá segir Gunnar, því að hann veit að þetta lítur nú að vera stólið einhvers staðar frá og segir: illa er þá ef ég er þjófsnautur. Og svo slær Gunnar Hallgerði utanundir. Og þetta er kynhestur númer 3, þriðja skipti sem að eiginmaður Hallgerðar slær hann utanundir, þriðji eiginmaðurinn sem slær hann utanundir og Hallgerður segist ætla að hefna þessa ef hún getur. Þessi kynhestur er mikilvægur og á eftir að hafa ýmislegt í för með sér, munið þetta vel. Hérna í kafla 49 þá hittum við aftur Skamkel, hann finnur nefnilega hnífinn og beltið sem að Melkólfur þræll hafði skilið eftir á leiðinni frá Kirkjubæ. Og þetta þekkja þeir Oddkell auðvitað aftur, sjá að þannig er eitthvað dularfullt við þetta. Oddkell gaf Melkólfi beltið og hnífinn og það er því augljóst að Melkólfur hefur verið á ferðinni þarna frá Hlíðarenda. Skamkell og Oddkell þeir eru auðvitað illmenni að ráðgjöfum og leita ráða hjá Merði Valgarðssyni, frænda Gunnars sem að hatar Gunnar, eins og við höfum nú þegar rætt Mörður hann ráðleggur Oddkelli og Skamkelli að senda þarna konur á sveitina til að gefa húsfreyjum í sveitinni eitthvað svona smá varning og kanna það með hverju húsfreyjurnar launi það. Mörður nefnilega segir að fólk gefi fyrst það sem að þeir hafi stolið og það reynist vera þannig að þegar þessar konur koma að Hlíðarenda þá launar Hallgerður þeim með ostinum sem hún lét Melkólf stela. Það kemur því þannig í ljós að bruninn á Kirkjubæ var ekki slys heldur af mannavöldum og Melkólfur hafi verið sendur þarna frá Hlíðarenda til að stela og Gunnar hann ákveður að hann verði nú að bæta fyrir þetta og býður Oddkalli bætur fyrir þetta sem að kona hans hefur gert. Hann býður mjög góða bætur sem var auðvitað mjög skynsamlegt að þiggja en Skamkell sem er svona þessi illi ráðgjafi segir hún fyrst að leita ráða hjá Geiri goða og Gissuri hvíta, þeir eru frændur Oddkells. Bróðir Oddkells Hallbjörn, hann varar Oddkell við að treysta Skamkalli. Hann er lyginmaður og það borgir sig nú ekki að treysta honum, borgir sig að taka sátt Gunnars. En Oddkell hann hlustar á Skamkel. Skamkel býðst til að fara og leita þessara ráða hjá Geiri goða og Gissuri hvíta, gerir það í kafla 50. Geir og Gissur, þeir eru klárir menn og fínir menn og þeir eru algjörlega á því máli að Oddkell skuli taka þessum sáttum, sættast við Gunnar. En Skamkell, legalaupurinn sá og vondi og vitleysi maðurinn, lýgur að Oddkelli að þeim hafi litist illa á þetta, Geiri og Gissuri, og vilja hann stefni Hallgerði, sem sagt fari í mál við Hallgerði fyrir þjófnaðinn. Oddkell þarna stefnir þá Hallgerði, auðvitað Gunnari,
fyrir þjófnað og í staðinn fyrir að taka við sáttum og bótum. Og Gunnar auðvitað reiður og segir Njáli frá þessu en Njáll ákveður eða segist ætla að ráðleggja Gunnari og segir að Gunnar mun hljóta sæmd af þessu máli áður en yfir lýkur. Nú í 51. kafla eru allir mættir aftur á Alþingi og málið er tekið upp þar. Og Gunnar hann fyllir Hrúts sem er auðvitað föðurbróðir hennar Hallgerðar og þeir eru því í sama liði núna þótt þeir hafi einu sinni verið þarna á öndverðu meiði þegar Gunnar var að ná fé unnar af Hrúti og fór hann í gerfi kaupa héðinn sem segði muni. En þetta er allt gleymt og grafið eftir að Gunnar og Hallgerður eru orðin hjón. Hrútur ráðleggur Gunnari að skora Geir goða á Hólm á þinginu og að Kolskeggur skori Gissur hvíta á Hólm af því að þannig allt var í upplausn með sáttina það. En það kemur síðan auðvitað í ljós að Skamkell lygarinn, hann laug öllu saman og það er auðvitað þvílíkt vesen fyrir Gissur og Geir að þegar þetta kemur allt í ljós. En Skamkell hann liggur bara heima veikur í búð sinni og þorir örugglega ekkert að láta sjá sig. Og til þess að bæta nú úr þessu öllu saman, þessu veseni sem að Skamkell er þarna búin að valda, þá vilja Geir og Gissur auðvitað sættir og bjóða Gunnari sjálfdæmi að hann ákveði svo sjálfur dóminn. Og Njáll ráðleggur honum að þiggja það og það er auðvitað alltaf gott að fara að ráðum Njáls. Gunnar hann ákveður þá að hann þurfi ekki að bæta fyrir það sem að Melkólfur þræll gerði, enda var það Otkell sem seldi honum Melkólf og sagði honum ekkert frá göllum þrælsins. Og Gunnar segir líka að Otkell hann stefndi honum til háðungar, sem sagt til að hæðast að honum þegar hann stefndi Hallgerði fyrir þjófnaðinn. Og þess vegna lætur hann Otkell greiða sér bætur sem eru í rauninni jafngilda þeim bótum sem að Gunnar hefði átt að greiða fyrir ostastuldin og fyrir brunan og það. Þannig að þeir eru í rauninni kvittir, segir Gunnar. Og þannig endar málið í rauninni. Og Gunnar hann neitar síðan að vera vinur Otkell því að Gissur og Geir þeir vilja það að þeir verði þarna vinir. Finnst það mikilvægt svo verður nú ekki meira vesen úr þessu. En Gunnar neitar því að því að Otkell er vinur Skamkells og Skamkell er svo mikið illmenni. Gunnar lítur mikla sæmd af þessu, hann kom heiðarlega fram, hann ætlaði að sættast og greiða bætur og gera besta úr málunum, en Otkell og Skamkell þeir komu ekki sómasamlega fram, heldur voru þeir að ljúga á annað sem náttúrulega er alls ekki mikil sæmd í. En sæmdin hún er lykilatriði í þessari sögu og í Íslendingasögunum almennt. Þannig að þarna hlýtur Gunnar sæmd að og leysir vel og vandlega úr sínum málum þráttur allt saman, en Otkell og Skamkell ekki. En ég læt staðar numið hér og höldum áfram svo að kafla 55 í öðrum fyrirlestri.